Halló, Ég heiti Elsa ég heiti Jonni. og við erum Sögukastið. Guess who's back? Back again. Sögukast Share is back. Já, ok, eða það. Tell your friends. Við endum náttúrulega óvart á að taka ykkur á pásu. Ekki meint. Nei, alls ekki og við vorum meira búin að taka upp þátt og Já, hann verður bara rosa skrítin þáttur fyrir næstu jól þar sem, já, það er bara þannig. Þetta var bara, eindónt vesen og rugl. Já, Og svo líka bara lífið, Já, lífið bara, þannig að, já, en við erum mætt. við erum komin aftur. Já, Það er svo smá skrítið að vera að taka upp áttur. já, veistu, ég þarf að koma mér í gýrin Já, þetta er ekki, hvað maður segja, þetta er ekki meðfætt, myndi ég segja. nei, Þannig við erum að, samt fyrir þig heldur en mig. já, kannski aðeins. Já, Já. það er bara eins og það er. En annars þá bara, já, vona bara að allir hafi Já, glæsilega jól og já, bara frábær fín og áramót og já, bara allt það. og ef þið eigið hund þá fundum við rosa til með ykkur á áramótunum. Já, ef þið hundar sem eru hrættir Já, við það er flugvölduna, það er að segja. Annars er bara, jú, allt glimrandi og Já, bara, já, við ákveðum, eins og sé, við vorum búin að taka upp hana þátt sem átti að koma út á aðfangadag. annarkvort aðfangadag eða, Nei, að því aðfangadag var á jú, það er þriðjudegi. þriðjudagur, Já, já, en svo einhvern veginn bara leið tíminn já, og tíminn leið og við fórum erlendis Já, og svo einhvern veginn bara leið tím. Þannig við að- ákveðum frekar að bara taka nýjan þátt í staðin fyrir að gefa ykkur jólaþátt Já, þegar í það byrjun komið febrúar. febrúar, Já, það passa ekki alveg. Nei, þú veist, við gátum ekki einu sem snett, þú veist, já, en 13. er ekki búinn, skilur Nei. við erum löngu komið fram Líka sorry, en hverjum er ekki saman 13. Já, Það er basically bara 1. janúar niður með þetta allt. Ég er alveg svona, ég hef aldrei skilið 13. Nei. Þetta er líka skrítið að hann heiti 13. Ég veit að þetta er 13. dagur jóla. En þetta er samt 7. janúar Já, Þannig að- einmitt og þetta er bara fleiri flugveldar fyrir okkur sem erum í svona love-hate sambandi við flugvelda. Þú er svo flottur alltaf Já, já. en já, þegar þú ert að hugga hundiðin að þá er þetta ekki alveg gaman. Nei. Eins og eitthvað sagði love to hate them, hate to love them. Mér finnst það mjög viðandi. Algjörlega. En viltu ekki bara byrja? Jú, Ég held að sem fólkin en ekki að hlusta á okkur vera að bladra. nei, ekki Nei. í dag. Ekki í dag. Nei. Hendum þessu bara í gang. Já, hendum þessi í gang. Sko. Gerum þetta í gang. Láta tíma líða og þetta mín. Ok, mér langar ekki að fá copyright á Ok, okkur. nei. Ég kvíslaði það. Já, ok. Skipti það ykkur? Ég held ekki. ég held að það skipti engum máli því mér. Byrja þetta bara. Í dag, Mhm. sko, ég ætla að vera með annar mál. Ég- Þetta skiptir skoðun í morgun? Ekki í morgun, nei. Já, ég ætla að segja það. Þess að fyrst, Já. upprunalega hugmyndin var að fara yfir svona vesen og slys á upptökustað, eða svona kvikmyndu upptökustað. Náttúrulega Wizard of Oz er mjög frækt þar. Mjög frækt. Og Elsku fólkið, sem þau lenda ekki í. dísu, sko. Og allir orðarómarinn í kringum Já, hana, Judy Garland. Judy Garland, einmitt. já, eða það er ekki orðrómur, það er bara satt. Ég er búið að staðfesta þetta. Ég las mikið nóg mikið til. Já, það er, Ok, fyrir ekki. já, ég er ennþá ekki lestinni líka. Já, hún er ekkert hæg á sér. Nei, hún er komin á plexið og það voru, hún kom á plexið 1. janúar og það voru bara, það var bara merki að þetta er gott ár. Algjörlega. Já. Ekki jafn gott ár fyrir alla fylgifiskana því miður, en allavega. Allavega. En já, ég ætla að fara yfir svona fræg slys og svona frægar erfiðar upptökur kveikmynda og svona. Hversu langt aftur erstu að fara? Ég var að fara til 1914. Já, þú meinar. Þú veist, þetta er alveg, Já, er þetta taka nýjasta frægasta dæmið? þú veist, og ég ætlaði að fara það. Já. En sem sagt, það verður bara annar þáttur. Já. Og ég er mjög spenntur að gera hann. En ég rakst nefnilega á eina mynd sem var svo brengluð
í framleiðsluferlinu að ég varð bara að gera heilan þátt það. Ok. Og þannig að í dag, kæru hlustundur, erum við stödd í Perú, í hjarta myrkursins, eins og Joseph Conrad myndi segja. Byrja dramatíkin aftur. Þar sem geðveiki ríkir. Ástu mín. Nei. Þá getum við bara slúta þessu núna. Allana. Orðavalið sérvalið og mynd að skýrast þegar við erum komin alveg inn í efnið. En já, ég er að fara að fjalla góðsagnakendu framleiðslu kvikmyndarinnar Fitzcarraldo eftir Werner Herzog. Hefur ykkur séð þessa mynd? Á Íslandi, já, en við erum örugglega að hugsa kannski svona 3 hræður. Já, ég myndi segja 20 manns. Já, ok. Þannig að fólk mun ekki vita hvað mynd þetta er. Öllum líkitum. Langflesti nei. Ok. En það er möguleiki að fólk muni vilja horfa út af einum hlut. Skil. Ok. Já, þar sem allt sem gat færi úrskeiðis fór úrskeiðis. Árásir, flugslis og að borða súkkulaði fyrir framan eldsbúandi aðaleikara. Þetta var ekki venjuleg framleiðsla, þar sem það var svo mikið efni sem ekki var nýtt í myndina að Les Blanc, kveikmyndatöku og heimildagerðarmaður, gerði heimildamynd atburðin sem hét Burden of Dreams. Ok. Þannig að það var mikið sem gekk á. Mhm. Ég ætla að byrja með því að lýsa myndinni, svona ágætlega stuttlega. En hún fjallar írskan mann að nafni Brian Sweeney Fitzgerald sem flutti til nýja heimsins í leit að auði eins og margir aðrir. Hann sest að í Iquitos í Perú sem eru að upplifa efnahagslega upprisu vegna gúmmíframleiðslu, sem svona gúmmítrjá. Já. Fitzgerald, sem kallaður Fitzcarraldo af heimamönnum, mikill óperuunnandi og vill byggja óperuhús í Iquitos. Já, hún er skrítin. Mhm. En hann er ekki mjög efnaður og fær ekki neitt til að fjárfesta í verkefninu. Skrítið. Já, mjög. Já, og Iquitos er frekar svona afskekktur bær. Já. Og er svona, já, það eru sumir sem að fara að byggja upp. En hvenær er þessi mynd gerð? Síðan hvenær er hún? Hún er síðan 1982. Ok. En þetta er sett cirka 1900, 1910, 1920, Já. Okay. Eitthvað starf þar á bilinu. Það kemur aldrei fram hvenær þetta á að gerast. Nei. Hann ákveði þá að kaupa gúmmítrjá akur og ætlar að græða Burns of Monies. En það er smá vesen. Hann er frekar seinna á ferð til nýja heimsins og eru þar með allir akranir sem eru hendur nú þegar keyptir. Og það er bara einn sem er í rauninni eftir. Mhm. Það er landbútur á Ucayali ánni sem leiðir inn í Amazonfljótið. Það er bara einn hængur á því. Það er ómögulegt að komast þangað með ánni þar sem það eru mikið af flúðum hana sem hindra allan að ganga landinu. Ok. Og ég veit fyrir unga fólki að það eru flúðir í rauninni svona rapids. Það er svona mjög mikið af steinum og svona litlum fossum og svona. Okay. Fitzcarraldo deyr ekki ráðlaus. Hann sér á korti að Pachitea áin leiðir hann nokkur 100 metra frá landinu. Honum er bent á að frumbyggjaflokkarnir á svæðinu hafa verið frekar árásargjarnir gagnvart utanaðkomandi fólki. Hann hlustar ekki á neinar viðvaranir. Hann þarf þetta óperuhús. Hann kaupir landið og kaupir með hjálp Molly áskonu sinnar 320 tonna gufuskip. Hann fer með áhöfnina upp Pachitea ána í þeim tilgangi að færa gufuskipið frá Pachitea ánni yfir í Ucayali ána. Það sem hann var ekki búin að segja áhöfni var að það þurfti að ferja skipið yfir lítið fjall sem er í 40 gráðu halla. Áhöfnin... Þetta er rosa mikið vesen. Já, ég veit. En þetta er svona í rauninni... Ef þetta var eitthvað táknum þrautsegju. Í rauninni. Já, en það er samt alveg munur á þrautsegju og bara heimsku. Já, 100%. Og ég er á þeirri hliða að þetta er meira heimska heldur en þrautsegja, sko. En já, áhöfnin yfirgefur hann og það er bara... Já,
og það bara hann, skipstjórinn og kokkurinn eftir. Þeir þurfa að ráða frumbyggjaflokk sem á svæðinu til að hjálpa. Þeim kemur ekki alltaf saman en flokkurinn vill samt sem áður hjálpa. Og ég ætla ekki að segja meir. Í grunninn snýst þetta mann sem heldtekinn á því að byggja þetta óperuhús og tilbúin að gera allt til þess að fá það í gegn. Þessi hugmynd þó ekki það fjarri raunveruleikanum því að þetta byggt á sannsögulegum atburð. Hann Carlos Fermín Fitzgerald var perúmaður sem keypti land á svipuðum slóðum og þurfti að ferja 30 tonna en ekki 320 tonna gufuskip yfir lítið fjall. Svona 1890, það ekki gefið ákveð ár. Nei, ok. Hann tók það líka í sundur og ferjaði það í bútum til að setja það síðan aftur saman hinum yfir fjalli. Þannig að... Meikar aðeins meira sens. Já, ekki eins og í myndinni. Nei. En það samt framleiðslan á myndinni sem mun merkilegri en myndin sjálf í rauninni og ég ætla að segja ykkur aðeins frá því. Þurfum aðeins að byrja á leikstjórunum. Hann Werner Herzog, leikstjórinn, þekktur fyrir að horfa öðruvísi á hlutina. Hann ólst upp í mikilli fátækt í Vestur Þýskalandi og stal sinni fyrstu myndavél til að byrja að gera stuttmyndir. Hann var frekar stór á arthouse-senunni og varð ágætlega þekktur í nýju þýsku kvikmyndastefnunni. Hann var nefnilega alltaf að leita að raunveruleikanum í myndunum sínum og reyndi alltaf að sýna allan veruleikan, hversu geðveikur hann skildi vera. Og einmitt, því ég búin að segja geðveikur, að hann nefnilega frá annarri kynslóð þar sem geðveiki var ekki skilgreint almennilega eins og í dag. Nei. En já, hann var samt með eitthvað ákveðna þráhyggju fyrir því að læra þessa geðveiki og spekulera af hverju fólk og jafnvel dýr gerðu það sem þau gerðu. Ein uppáhalds tilvitnunin mín frá honum þegar hann spyr mörgæsafræðing af hverju mörgæsinar hafa valið þennan stað. Það form af geðveiki? Þetta mjög fyndið maður, sko. Já. Veist hann ekki alveg hvort ég myndi hann að tala við hann? Ég var mjög til í að tala við hann og því hann hefur upplifað margt. En já, ég held að þú myndir hafa enga þolmaði fyrir honum. Nei. Frægasta myndin hans fyrir utan Fitzcarraldo Aguirre, Wrath of God og þekkt sem kultmynd sem á allar hinnar. Fitzcarraldo átti að vera söguleg og átti að vera magnaðri en nokkuð annað sem hafi verið reynt áður. Hún átti eftir að vera það en ekki þann hátt sem við var búist. Þar sem að hann var svo heldtekinn að sína veruleikan í sinni hreinustu mynd að þá ákvað hann að ferja alvöru 320 tonna gufuskip yfir lítið fjall í Amazon-frumskóginum í Perú. Það full mikið á því góða. Já. Þú veist, jú, ferjaðu þetta blessaða skip en kannski hafðu það bara tómt að innan og létt. Nei. Nei, ég að segja, þú veist þetta nefnilega magnað að hann jafn vitlaus og sögupersónan hans. Sko, hann Vitlausari? Ég veit það ekki. Þetta nefnilega þetta magnað að sjá þetta á upptöku. Sem sagt, það að þau að ferja skipið upp. Þú veist, út af því að sérstaklega þú veist að þau actually gerðu þetta. Þú veist, þetta alvöru 320 tonna skip sem þau að ferja. Já. Sem magnað í sjálfu sér. Þú verður að viðurkenna að þetta magnað. Já, en mér finnst bara heimskan. Já, 100%. Ég sammálaður. Já. En burt sig frá því. Ég bara get ekki tekið heimskan út. Nei, það stærsti munurinn á milli okkar held ég. Já. Eins og við mætti búast þá var erfitt að finna eitthvað til að fjármagna þessa mynd. No shit, Sherlock. Og var það erfitt í gegnum allt upptökuferlið. Og einmitt, það var allavega einu sinni sem hann lenti í því að það var ekkert fjármagn fyrir myndina út af því að það var erfitt að koma skipinu áfram. En eina leiðin til þessi fjármagna var að sjá skipi hreyfast. En það þurfti fjármagn til þess að láta skipi hreyfast. Þannig að það var einhverjum fáránlegu vítaring. Mér finnst bara gali hvernig hann fékk eitthvað til þess að leika í þessari mynd. Ef ég var leikari og bara herrið, þú ert að fara að ferja þetta skip, ég bara, nei. Ég var bara, Nei, þetta
Sérstaklega- aðaleikarinn þurfti ekki að ferja skipi Ég veit, en, engar þú veist, áhyggjur. en sérstaklega fyrir samt einhverja low budget kultmynd af Mhm. einhverjum geðsjúklingi 100%. Það hafði samt á endanum með herkjum að fjárfesta. Herzog greindi frá því í viðtali að hann þurfti að samfæra fjárfestana á þeim tíma að það væri þess virði að færa 320 tóna gufuskipi við lítið fjall í Amazonskoginum. Hann sagði við því að það væri ekki þess virði að lifa ef hann gerði það ekki. Ekkert dramatískur. alls ekki. Eftir að fá fjármagni að það var næsta stórmálið að finna nógu góðan stað til þess að taka upp. Ég elska smá að þessi mynd sé ekki þekkt. Nei, hún er mjög þekkt í kultsinni. Það er ekki endilega jákvætt. Nei, Nei, en samt sem áður þetta er mjög þekkt mynd í ákveðnum hringjum. já. Eins og í rauninu bara allar myndinu hans. Mm. Þannig að allir kvikmynda aðdáendur geta, samkvæmt þeim, þessum kult. Já, ég held að það sé stórt að segja samkvæmt Já, en þessari kultsinu þá. já, en þá er þetta must see. Það sjálfsög. Nei, þú veist, við erum að tala um stórnöfn, Conan O'Brien, Bill Hader, allir í rauninni leikstjórar sem eru stórir, eins og Ridley Scott, Steven Spielberg, allir tala um þetta sem must see. Ég er ekki að djóka, ég er búin að heyra þó nokkra tala um þetta. Haltu bara áfram. Allana. Já, því að hann vildi taka upp á eins trúverðugan hátt og hægt var að þá þurfti þetta að gerast í Perú. Fyrsti og langþægilegsti staðurinn til þess að taka upp var dæmdur ónothæfur. Ástæðan fyrir því var að Perú og Ekvador voru í landamæradeilum og voru tíðar orrustu milli þeirra. Síðan voru nokkrir af frumbyggjaflokkunum sem voru í stríði við hvern annan og það endaði þannig að þýska deildin hjá Amnesty International lagði fram kæru á Herzog fyrir það að hafa hjálpa til með að halda 4 frumbyggjaföngum. Já. Því var ekki framfylgt og já, hann endaði ekki með neina official kæru. Býtu, tók hann einhverju frumbyggja fanga? Að hann á að hafa hjálpa til með það. Það sjálfsög. En það, ég fann engar heimildir fyrir því, fyrir utan bara þessa kæru. Og já, síðan var einmitt vesen að finna annan stað þar sem 2 ár voru stutt frá hvor annari og það væri lítið fjall á milli þeirra. Það tóku nokkurn tíma en fannst að lokum. Vandamáli með þennan stað var að það var eins erfitt að komast á þennan stað og þann sem var í handritinu. Einu leiðina til að komast þangað var með langri bátsferð eða með hættulegu flugi. Var hann þá ekki bara, þetta er meant to be? Basically, jú. Sagt var að þetta veri ómögulegt en Herzog skilur ekki það orð. Þau voru búin að finna stað og þá var hægt að byrja að taka upp. Nema hvað að það þurfti náttúrulega að finna leið til þess að framkvæma þetta. Sem sagt að ferja skip, 320 tóna gufuskip yfir lítið fjall. Sjá andlut að þér. Þú er svo búin með þetta. Ég skil ekki hvernig þessum trúð var lyft að gera þetta. Nei. Ég bara skil ekki. Þetta er tegunda mannesku sem ég á erfitt með. Já, ég skil þig. Oh. Það þurfti náttúrulega að fjarlæga allt plöntulíf sem lá á vegi skipsins. Ok, nei, þá er ég ekki annað. Nei, ég veit. Síðan þurfti að finna leið til að draga skipið upp á hólinn. Hvernig þetta er gert í myndinni er með því að fyrst að festa ofan í jörðina, sem sagt upp á fjallinu, einhvers konar staur sem hægt var að snúa bandið utanum sem var fast í bátinn. Síðan voru Ég held bara ekkit band sé að fara að hjálpa með 320 tonna skip. Það var mjög þykkt band. Ok. Síðan voru stóri trjátrumbar settir undir skipið til þess að rúlla því yfir. Eins og hvernig Egyptenir framkvæmdu píramidana, til að ferja steinana. Þetta er svona þannig aðferð. Það er ein saga sem segir að brasilískur verkfræðingur
sem fann upp leiðina til þess að draga bátinu upp hætti í verkefninu talandi að þetta veri of hættulegt fyrir fólki á settinu. Takk, þú Já. meistari. Ég hef ekki fundið nokkuð heimildir til að staðfesta þetta en ég sá þetta á nokkrum stöðum og vildi nefna þetta. En já, eins og við mættum búast að þá meiddust margir við þetta heljaverk. Síðan komum við að öðru vesinni sem framleiðslan lenti í. Það er nóg að þeim eftir. Líka þú veist, ég myndi skilja þetta ef þessi mynd væri gerð einmitt 1910. Já. Ef við erum að tala um 1980 eitthvað. Algjörlega. Það er engin afsökun. Kvikmyndaðurinn var brjálaður og það er í rauninni ekki fyrir en held ég, þú veist, 92.000 þar sem hann í rauninni er ekki alveg brjálaður eins og hann var. Ég er ekki djóka, sko. Því að þetta er ekki seinasta settið þar sem allt var svona bilað, sko. Ekki jafn bilað á þetta, en bilað einhver sér. Okay. Já, það þurfti að finna leikara. Sem þurfti að vinna frýtt, eða? Nei, en samt. Ekki fyrir jafn mikið og við mætti búast. Fyrsti leikarinn sem var fyrir valinu var Jack Nicholson. Einmitt. Sem ég held að hefði verið frábær í þessu hlutverki, persónulega. Ég væri mjög til í að sjá Nicholson útgáfuna af þessari mynd. Já, mjögulega bara ef það myndin hefði það verið gerða eitthvað með öðrum kannski. Nei, ég held að þetta hefði verið geggjað. Nei. Já, þú ert ósammála en ég er mjög ósammála þér. En eftir smá deilur við umboðsmenn þá sögðu þeir að þau ætti ekki efna á því að hafa Nicholson. Þessum að hann í rauninni krafðist held í $5 million eða eitthvað. Það var bara allt og mikið fyrir myndina. Sem, já, miðað við. Sem bara blessun. Já, blessun fyrir Nicholson. Næst og eftir var hann Jason Robards, mjög virtur leikari í Hollywood. Hann var þarna í Perú að leika mútið Mick Jagger, söngvar á Rolling Stones. Og sem var ágætlega mikið að leika á þessum tíma. En það gekk ekki upp. Hann Robards fekk blóðkreppusótt eða dysentery eftir 6 vikur af upptökum. Læknirinn hans ráðlaði honum að halda ekki áfram með upptökunar og þurfti því að finna annan leikara. Ofan á það að það þurfti Jagger að hætta út af því að hann þurfti að fara á tónleikaferðalag með Stones. Þetta átti nú ekki að taka það langan tíma til að byrja með. Þannig að það þurfti að finna nýjan aðaleikara og aukaleikara og skjóta allt aftur upp á nýtt. Upptökuna með Robards og Jagger eru enn til eitthvað starf og ég sá bút af því en það er mjög erfitt að finna allan pakkan. Því meður. Nú kemur erfiðasta tímabilið og það er sérstaklega nýja aðaleikaranum að þakka. Klaus Kinski. Áður en ég held áfram að þá þarf ég stuttlega greina frá Klaus Kinski. Er það með K eða C? K. K og K. Já. Samkvæmt sjálfsævisögu sinni að þá kom hann frá mikilli fátækt og miklu volaði. Þurfandi að berjast fyrir lífi sínu. Í sjálfsævisögunni að þá lýsir hann Werner Herzog sem óþverfa og segir að hann eigi allt slæmt sem býr í jarðríki skilið. Þetta er allt bull og vitleysa, samkvæmt Herzog, því að hann segir að hann hafi hjálpa Kinski að finna upp á fullt af þessum meiðyrðum sig. Þannig að hann er narcissisti ofan á allt. Ó já, Klaus Kinski er einn mesti... Nei, ég var að tala með hinn. Nei, Werner Herzog hjálpaði honum að finna upp meiðyrð sjálfan sig. Já, ég veit og bara, hún er fast að fyndið. Já, en þetta er samt svona hann kom ekki upp með þetta sjálfur, ég kom með þetta. Ó nei, það var ekki þannig. Okay. Ég sé við tölun við hann það sem að tala um þetta, hann hlær bara yfir svo fast að fyndi. Okay. Þetta hljómar svona svo. Ég skilji, en já, hann segir líka að Kinski hafi átt mjög þægilega æsku, þar sem að móður hans var hjúkrunarfræðingur og faðir hans var lyfjafræðingur. Þannig að hann kom upp bara á millistéttinni. Þeir voru kannski bara fín blanda. Þeir voru mjög góð blanda. Annar, já, delusional og hinn ekki alveg með hlutina á hreinu. Nei, bara ekki með hlutina á hreinu. Já. Þú mynd skilja af hverju. Já.
En já, samkvæmt Herzog að þá á Kinski að hafa sagt að enginn myndi lesa bókina nema að það væri eitthvað krassandi í henni. Þannig að hann basically laug að öllu. Og sem er líka gott út því að hann í rauninni að segja í bókinu að mamman hafi kynferðislega misnotað hann og eitthvað. Þetta er biluð bók, sko. Mér langar ekki að lesa hana bara frá öllu sem ég er að En heyra. akkur viltu samt styðja eitthvað svona? Ég er bara áhuga, mér finnst það bara Já, ég veit það, en eða samt. forvitin, sko. Já. Hann er dauður, sko. Það er enginn að fara að græða á þessu, sko. Ok. En já, þetta gefur okkur smá innsýni inn í hvernig maður hann var. Geðveikur, samkvæmt Herzog. Þeir hittust fyrst á gistiheimili þegar Herzog var 13 ára. Þar gerði hann endalaust vesinn. Meðal annars þá fyllti hann herbergi sitt fullt af laufum sem náði hann upp á hné og eitt skipti þá læsti hann sig inn á klósetti í 2 daga. Þegar hann kom út þá var hann búinn að eyðileggja allt postulínið hann inni. Það er að segja klósetti og vaskinn og bakar og Já. bleið. Herzog sagði að þú gast siktað postulínið í gegnum tennisbaða. Hann búið að brjóta það svo mikið niður. Hann var var, samt make a sense, það var bara einhver svona sem var tilbúin í að gera þessa mynd. já, basically. En já, hann var síðan frekar þekktur leikari í Evrópu. En ég vona bara samt hann að fengi viðandi aðstóð. Nei, Ok. alls ekki. Ekki á þessum tíma og ekki ef hann er leikari. Sérstaklega. Nei. Eins og segi, þetta er, þú veist, 60 eitthvað, þú veist, 50-60 eitthvað. Engin hjálp fyrir fólk. Nei. Vist, þetta var bara ekki góð staður. Já, hann varð síðan frekar þekktur leikari í Evrópu, leki mikið af spagetti vestrunum sem svona lítil hlutverk vanlega og stærsta af því er í For a Few Dollars More, þar sem hann leikur á móti Clint Eastwood. Störmynd. Störumynd, það finnum að þið. En já, það er ekki fyrir en hann byrjar að vinna með Herzog þar sem hann verður svona stjarna. Nei, en hann hætti að rúla augunum í svona 2 sekundur. Þeir gera 5 myndir saman. Fyrsta myndin sem er talið must see á kvöldmyndasinninni var Aguirre Wrath of God og ég raunin bara fyrsta mynd, svona full length myndin hans Herzog. Sú framleiðsla var ekki að skrautleg og Fitzcarraldo en skrautleg enga síður. Það var líka tekið upp í Amazon frumskóginum og þar sýndi Kinski allar sína listir. Hann tók klukkustundar reiðiköst daglega, lenti oft í slag við fólk á settinu, kvartaði endalaust yfir aðstæðunum sem þau þurftu að búa við Sem hann valdi sjálfur. og hótaði að hætta og rjúfa samningin þó nokkur sinnum. Bara ef hann hefði gert það. Verstu atvikinn frá því setti voru meðal annars þegar hann fekk nóg af því að fólki á settinu var að skemmta sér aðeins svo mikið í einum á konum. Hann tók þá riffil sem hann var með og skaut 3 blind á húsið. Það voru 45 manns í konum og er það magnað að enginn hafi dáið. En, já, það dó enginn. En hann náði að skjóta puttan af einum á krúnum. Please segja mér þetta fólk fór heim. Nei. Annað atviki er þegar hann reðst á einn af samleikurunum sínum með sverði og hjó í hausinn á honum. Hann hefði dáið, þessi maður, hefði hann ekki verið með alvöru Conquistador hjálm sem partur af búningum sínum. Og einmitt, þetta var ekki alvöru sverð en mjög líkt alvöru sverði, skilur við. Það var ekki mjög beitt. Nei. En Þetta var ekki eitthvað dótasverð. Nei. Hann gat actually barið og mögulega hoggið eitthvað. Og þessi leikari var með restina af lífinu sínu. Já. Af hverju myndi Herzog vilja vinna með slíkum manni? Í hans eigin orðum, einn af bestu leikurum þessara aldar. En líka skrimsli og mikil pláa. Það var nefnilega eitthvað sem þeir áttu saman sem gerði það þess virði að vinna með honum. Að vera báður plágur. Já, mögulega. Ofan á það þá kunni Herzog að vinna með brjálæðiskostunum hans og kunna meðhandla hann. Á settinu á Aguirre þá ákvað Kinski að rjúfa samningi sinn og hætta við myndina. Segjandi
að myndin yrði að engu án hans. Hann pakkaði hana í ferðartösku og setti hana í spýtbát sem var á settinu. Herzog kemur alveg upp að honum og segir við hann að hann mætti ekki gera þetta. Og orðrétt: ef að þú ferð, þá mun ég ná í riffilinn. Áður en þú nærð næstu beygju í ánni, þá mun ég vera búin að setja 8 kúlur í hausina þér. 9. kúluna notaði ég til að skjóta sjálfa mig í hausinn. Kinski sá það í augunum á Herzog að honum var alvara. Eftir það að þá var Kinski mjög rólegur í 10 daga. Í 10 daga? Í næstu myndum sem þeir gerðu saman þá þurfti Herzog að semja við teimi sitt að fá Kinski til að vera partur af myndinni. Margir voru mjög ósáttir eftir að hafa upplifað Kinski áður og vildu engan veginn upplifa aftur. En Herzog fékk þetta í gegn. Kinski var ekkert skárri í Fitzcarraldo. Þar var hann endalaust að öskra á mann og annan og tók dagleg brjálæðisköst og þoldi ekki að þurfa að bíða eftir því að fá að leika. Allt sem kom fyrir á settinu var tífaldað vegna Kinski í rauninni. Ofan á það að þá þóttist Kinski vera maður náttúrunnar sem elskaði að vera út í óbyggðum og að upplifa jörðina í sinni hráustu mynd. Allt bullauði það. Hann fór einu sinni út fyrir settið og það þurfti að vera með upptökumanni sem tók allt upp. Annars fór hann ekki frá setti fyrir utan þetta eina skipti. Algjör maður náttúrunnar. Mórallinn á settinu var ömurlegur. Í Burden of Dreams þá segir Herzog skóginn: Kinski segir alltaf að skógurinn sé fullur af erotískum þáttum, en ég sé það ekki þannig. Ég sé það frekar sem að hann fullur af svívirðingu. Náttúrun hér ofbeldisfull og hrá. Auðvitað hún full af eymd, en þetta eymd sem umlykur okkur öll. Trén þjást, fuglarnir þjást. Ég held ekki að þeir syngja, þeir skrækja úr sársauka. Þar sem að þetta var tekið upp, samkvæmt Herzog, var 800 kílómetra í burtu frá næsta bæ. Þá var oft erfitt á setti vegna skorts á einhverju. Og ef það var einhvers konar slys sem krefðist læknisfræðilega aðstoð, þá þurfti að hafa hraðar og snjallar hendur. Sem enginn var með? Einhver var með. Okay. Eitt sinn, þar sem einn úr upptökuteiminu var að högga niður tré sem lá í vegi fyrir skipinu, þá var hann bitinn af slöngu. Frumbyggjanir sem unnu á myndinni sáu að þetta var eiturslanga og að hann myndi deyja eftir smá stund. Maðurinn sem varð fyrir bitinu ákvað að það þurfti að saga af honum fótinn. Þeir komu honum upp á eldhúsborðið og byrjuðu að saga af honum fótinn. Ég hef verið eitthvað dáið. Það? Allan daginn. Já. Frekar heldur hún að láta saga með löppina deyfingalust. Það brútal sko. Það myndi honda mig það sem eftir væri. Ég myndi ekki sofa, ég myndi ekki njóta lífsins. Nei. Og hvað þá verandi þarna með þennan leikara og þennan leikstjóra. Þú veist bara, þú ert hvað sem er að fara að drepast út af einhverju sýkingu. Já. Þessi söguleikur eru ekki hrein. Þetta eldhúsborð er ekki hrein. Þeir náða sóttanisaði. Einmitt, upp að hversu miklu marki. Allan samkvæmt heimildum, þá sóttanisaði. Allavega hana. Ég myndi bara vita að þetta væri, þú veist, viltu drepa strax og það er bara það. Er bara það. Já. Eða viltu kveljast ógeðslega mikið og drepa svo eftir viku? Já, ég skilji. Af tvennu illu. Ég frekar vilja drepa strax. Ég skilji. Líka ég myndi ekki treysta neinum að það. Nei. Ekki sálu. En hann Herzog var þarna sem sagt á með að vera sagafótinn hans. Að sjálfsögðu. Já, og hann var með flugnaspray svo að moskítuflugunar fær ekki upp í sárið og sýktu. Þetta spray hefur örugglega bara gert meiri skaða heldur en flugunar. Hver veit. En já, það var náttúrulega mikil athygli á manninum auðvitað. Það fór ekki vel í Kinski okkar. Og hann tók trillingskast vegna þess að athyglin var ekki á honum. Öskrandi á framleiðslu stjóran að það var verið að fara svo illa með hann. Annað atvik er þegar að nokkur úr teiminu voru að finna upptökustað
og einmitt meðal þeirra voru hjón sem unna á myndinni. Allt í einu koma nokkru frumbyggjarflokk sem var hann á svæðinu og skjóta þau með örvum. 2 örvar hæfðu manninn og ein þeirra fór í gegnum hann í konun hans. Þau komust bæði lífs af en það var mikil beinbrot og mikil sýkingahætta. Þau lentu líka í því óhappi að það var ekki 1 heldur 2 flugslys sem áttu sér stað á settinu. Báðar vélar voru með áhöfn og varning. Vitaskuld að þá hefði þetta mikil áhrif á alla á settinu og mórallinn ekki góður til að byrja með. En af hverju héldu þau áfram? Það er það sem ég skil ekki. Það er góð spurning. En já, þessi flugslegs bættu bara gráu og svart. Flugslas. Eitt af sleysunum þá var það eina sem fengu voru óskýr skilaboð frá útvarps samskiptakerfinu. Þannig að þau vissu ekkert hvað var í gangi. Nei. Allir biðu í óvissu eftir frekari fréttum hvort að einhver hafi komist lífs af eða ekki. Þann morgun var búið að deila út kaffinu og Kinski var með þeim seinustu til að fá það. Þegar það komið á honum að þá var kaffið orðið hlandvolt. Hann misti vitið og tók annað trillinskast. Herzog var að reyna að útskýra fyrir honum að það var flugslys og að þau vissi ekki hvort að einhver væri enn á lífi. Það dugði ekki. Kinski var svo brjálaður að hann fróðufeldi. Hann fróðufeldi svo mikið að það var byrjað að harðna með frá munnveikunum á honum. Það sem Herzog gerði þá er að hann fór í kofan sinn og náði í seinasta bútinn sem hann átti af topplurum. Það verðmætasta sem var til í öllum búðunum. Sem sagt súkkulaði. Ekki segja mér að hann gaf hann það. Býtu. Þetta var seinasti búturinn á öllu settinu sem hann var búin að vera að geyma. Klaus fylgir honum inn í kofan en fyrsand og sveigandi. Herzog byrjaði að borða súkkulaðið nokkra sentimetra frá andlitinu á Kinski. Það var eins og það slokna ljós í Kinski. Hann vissi ekki hvað hann átti að gera. Hann bara þagði. Enn og aftur náði Herzog valdi á Kinski. Þetta er svo toxic. Ég veit, þetta er bilað. Og ég man eftir einni sögu þar sem hann segir á settinu á Agiri Wrath of God að út af því að Agiri á að vera pínu svona hlédrægur og svona hægur. Já. Kinski er það bara ekki. Nei. Og vildi ekki leika þannig. Þannig að Kinski nýtti sér það að í rauninni reiðisköstin þreytti hann svo mikið að hann byrjaði að taka upp eftir reiðisköstinans þegar hann var svona hlédrægur og rólegri. Þannig já, Herzog nýtti sér alltaf stemmingun á settinu í upptökur. Ég heila bara á ekki til orð. Nei, ég veit. En já, Kinski, eins og þú hefur heyrt, var svo mikill villimaður að frumbyggjarnir hötuð hann. Hann var í rauninni eins mikil andstæða þeirra eins og hægt var. Í þessum flokki sérstaklega að þegar það voru rifrildi á milli þeirra að þá hvísluðu sín á milli í stæðan fyrir öskra. Getur ímyndaðir meira andstæði heldur en Kinski. Líka bara greið, þau eru bara að reyna að lifa sínu lífi. Ég veit. Svo kemur þessi trúðalest. Ég er brjáluð. En það var mjög fyndið að ég heyrði í einni heimildinni að það voru ótrúlega margir af upptökuteiminn hans sem voru bara tilbúin að gefast upp. En frumbyggina sem hann réð til þess að vera partur af myndinni, þeir voru einu af fáu sem vildu halda áfram, sem er dálítið magnað, sko. En já, þau sögðu við Herzog að þau voru hrædd, en ekki við þennan villimann, segir Herzog. Þau voru hrædd við mig því ég var svo þögull. Þannig að þú sérð í rauninni, stigveldi í rauninni, að Kinski öskrar og óbar og slæðir frá sér og þannig. Síðan komið frumbyggjarnir sem hvísla og síðan kemur Herzog sem segir ekki neitt. Þannig að fyrir þeim þá er það ennþá hræðilegra heldur en eitthvað sem öskar. Það er allan að það sem þau sögðu. Þau voru ekki hrædd við Kinski og einmitt buðu upp á að þau myndu drepa hann fyrir Herzog. Það er ekki djók, sko. Og Herzog svarar,
Í guðanabænum ekki, ég þarf hann enn til þess að klára myndina. En hann sá það á þeim að ef hann hefði viljað það, þá hefðu þau gert það. En Herzog nýtti sér þetta. Það er einmitt... Þannig að lét drepa hann leið og upptökur og búnar? Nei. Nei, ok. Hann nýtti sér hatrið sem frumbyggjarnar höfðu gagnvart Kinsey. Það er nefnilega ein sena þar sem að Kinski situr við borð að borða með flokkinn allan í kringu sig. Og einmitt það virðist sem að þau vilja drepa hann í þessari senu. Og það var engin leikur að þeirra hálfu. Þau vildu í alvörunni drepa hann. Og veist, þetta er mögnu sena, ég hef séð hana. Þetta er, maður sér hvað kraumar í fólki. Og Herzog sjálfur viðurkennir að hann vildi drepa hann. Hann var eitt kvöldi staðráðinn í því að kirkjan í svefni. Það var bara, hann fór og ætlaði að kirkjan í svefni. Eina sem stoppaði hann var hundurinn hans Kinski sem gelti í hvert einasta skipti sem Herzog kom nálægt. Og þetta er eina skipti sem ég... En hann hefði getað bjargað hundinum. Já, ég veit. En hann gelti og í rauninni hann vildi ekki að Kinski myndi vakna. Ég veit en ég bara segja að hundurinn áttu skili betra líf. 100%. En já, þrátt fyrir allt að þá kom myndin út og er ein umdeildasta myndin hans Herzog. En burt sér frá því hvað fólki finnst myndina að þá er magnað að sjá skipið vera dregið yfir fjallið, vitandi það að þetta var gert í alvörunni. Ég er alveg sammála því, veist, þetta er heimskulegt. Þetta er heimskulegt, 100%. Já. En þetta er samt magnað að sjá og hugsa, já þetta var gert. Þetta er ekki sett þar sem í Hollywood þar sem það var dreigið mótil. Ég skil það alveg. En þú veist, það hefði bara verið mátt vera þá leikstjóri sem er ekki svona veruleikafyrtur. Já, ég skil þig. Það er svona, mér myndi örugglega finnast þetta að vera magnað ef það væri aðrar aðstæður. Er það sant? Já, ef það væri einhver sem væri einmitt ekki svona veruleikafyrtur og ég bara væri betri manneskja. Já. Myndi gera þetta og væri þá að gera þetta af réttum ástæðum. Já, ég skil þig. Með fólk á bakvið sig sem þá treyst honum. Já, það var fólk annars sem treyst honum. Það er ekki djók, sko. Og þú veist, myndi virða og svona, það þyrfti að vera sameiginleg virðing sem verið ekki hafa verið þarna. Já, máli það voru svo margir sem deildu draumnum hans í rauninni. Veist, fólki hefði ekki farið í þessi ferð nema að deila draumnum hans. Veist, og þetta upptökuferli tók 3 ár. En já, eins og ég segi, þú veist, ég held samt að halda við mitt bara, ef þetta væri aðrar aðstæður. Ég skil þig. Ef þetta væri leikstjóri sem væri góð manneskja og það væri, hvað ég segja, svona pure intentions á bakvið í staðan fyrir bara að upphæfa sjálf á sig. Þá væri ég on board. Já, ég skil þig. Ég bara get ekki stutt svona manneskjur. Nei, ég skil. Þannig að þá finnst mér bara ekkert sem væri gert vera merkilegt. Nei, ég skil þig. Þannig að já, ef það væri aðra aðstæður, betra fólk, þá já. Ok. Hvað? Já, þetta er bara fyndi. Þú veist, ég skil þig en ég er ekki sammála. Það er, já, eins og ég get sagt. En já, þetta var framleiðslan á Fitzcarraldo. Þetta er Frábært. ein brjálaðasta framleiðsla sem hefur verið bara alla tíma og það er ein segir fólk sem mögulega toppar það samkvæmt sögunum. Wizard of Oz toppar það? Fólk er að segja nefnilega Apocalypse Now frekar heldur en Wizard of Oz en Wizard of Oz er hann uppi líka. Já, ég veit ekki hvað gerðist í Apocalypse Now. Nei, en ég veit að það er brjálað sko. En mér finnst allan að Wizard of Oz vera verri heldur en myndin sem varst að lýsa. Já. Eftir að hafa heyrt allt sem að gerist þar. Já. Það er fáránlegt sko sem gerist þar og ég mun örugglega taka Wizard of Oz þá sérstaklega fyrir líka. Já, ég meina það voru leikara þar sem voru með örorku þar sem eftir var ævinar. Eftir að leikja hérna mynd og þú veist að leggja fólkin á spítala og út af bara aðstæðum og náttúrulega elsku Judy Garland nauminga stelpan
aumingjastelpun. En já, það mun koma. Það mun koma. Já, en ég datt inn í og þessa síðan mynd. getum við borið það saman við hversu frábært það var þá að taka upp Wicked. Já. Við getum haft það sem fordæmi um það hvernig á að taka upp mynd. Frábært. Vilt þú það taka það þátt? Ég allan daginn freka teka veist þetta var svolítið þú. Þú ert samt ekki búin að sjá hana. Nei, ég veit það. Sem er fáralegt. Já, en bara ég veit að ég ber meiri virðingu fyrir henni heldur en þú. Nei! Jú. Nei! Hvað? Nei! Það er bull. Enn og aftur, þú ert ekki búin að sjá hana. Hann er grjóta þig. Ég bara með við að þú ert bara búin að sjá ekki einu sinni. Þá veit ég að þú berð ekki jafnmikla virðingu fyrir henni. God. En það er umræðefni fyrir annan tíma. Já. Já, það er umræðefni fyrir annan tíma sem betur fyrst. En ég er bara fein að við séum búin að tala um þessa mynd. Já. Og þetta fólk. Ég er bara rosa fein. Þú mátt endilega ekki minnast á þau aftur. Ok, ekki málið. Takk. Ég efast ekki að hlustendur séu sammála. Ég veit ekki, ég held að það séu sumir sem eru intrigued. Já, allavega að sjá bátinn vera dregin. Restina myndinni tekir og leifit, en að sjá bátinn og sjá allan að sinna þar sem að hann er að borða. Hann var næst í myrtur. Já, það er mögnu sinna líka. Þetta er með við lýsingu A-klassa D-mynd. Já, veistu. Að því B-myndir eru með svona guilty pleasure. Já, 100%. Ég dyrka B-myndir. Það eru... Svo kemur C, en þess er í D. C er svona, það kemur fyrir gull. Once in a blue moon. Já. En svona 99% af C-myndum eru hræðilegar. En D er bara hræðilegt. Ég er ekki sammálaðir. Okay. Mér finnst þetta að vera B-mynd allan daginn. Já. Já. Við erum ósammálaðir. En allavega, ef að þið eruð hér ennþá, þá takk fyrir að hlusta. Já, takk. Bara, vonaði ég góðan þriðjudag. Já. Og erum með... Bara glimrandi dag. Möguleg pizza hana fyrir framan ykkur og hlusta. Strangheilu þrillari. Já, strangheilu þrillari. Við erum ekki sponsorið. Nei. Við erum bara mjög miklu aðdáðandur. Já, ég veist. Já. Allavega. Allavega. Það til næst. Þangað til næst. Okay. Bye. Bye.